Hæ! Baunin að bresta á og við erum mætt aftur. Eins og áður mikilvægast að muna að... Hvað áttu að muna? Manstu. Við ætlum að fara á marga skemmtilega staði og dásamlega viðburði á Baun. En þetta ekki keppni að safna stimplum. Auðvitað, ég man það. Bara hafa gaman. Einmitt. Hvað finnst þér mest spennandi í ár á Baun? Mér finnst spennandi að það sé frítt í strætó. Svo finnst mér alltaf jafn gaman í skessuskokkinu og nú eru félagar úr Latabæ að sjá upphitun. Wow, það spennandi. Svo líka hægt að búa til sinn eigin segul á ísskápinn og perla... Baunaarmband. Ég heldur betur til í það. Svo eru frábæra listasýningar í dús, safnahúsum, ratleikur og alls konar. Já, og stapasafn, útibú bókasafnsins í Stapaskóla. Þar verða nokkri viðburðir og hægt að fá stimpil líka. Þar einmitt stapalög líka. Nýja sundlaugin sem stendur í baunabréfinu að muni opna. En því miður næst það ekki. Það verður samt hægt að fá stimpil þar, en ekki hægt að fara í sundlaugina. En það hægt að fara í Vatnaveröld, er það ekki? Júhú, það væpátbraut og sundlaugapartí og alls konar dásamlegt. Vá, ég ætla þangað. En ég ætla reynda líka í akademíuna í Þrautabraut og í íþróttahúsi í Háaleitiskóla í Þrautabraut og svo ætla ég líka í jóga og á fjölskyldudaginn í Fjörheimum. Þetta verður svo gaman. Heyrðu, það eitt sem við verðum að segja krökkunum frá. Nú, hvað það? Gef mér 5, löggufimmu. Auðvitað. Ef þið sjáðu lögreglufólk að viðburðum á Baun eða stimpilstöðum kannski, þá getið þið gefið þeim 5 og þau stimpla í baunabréfið. Það spennandi. Og líka hægt að koma með reiðhjólið sitt í hljómahöllina og láta lögregluna skoða það. Og svo hægt að skoða lögreglu og slökkviliðsbíla. Og fara í silent disco. Íha! Ég hlakka til. Já, ég líka. Ég mjög til í þessa Baun. Sérstaklega skessuhellin, fjólutröllastelpu, gróðursetninguna og skynjunarleikina. Ég held að sért að vera búin að segja alla dagskrana á Baun samt. Úps. Nei, ég var ekki búin að segja opið hús í Reiðhöll Mána þar sem hægt að fara á hestbak. Hættu nú. Þetta stendur allt á baun.is og í baunabréfinu. Jæja þá. En þegar Baun lokið og allir hafa notið sín, þá má skila þátttökuseðlunum í baunabréfinu á stimpilstöðvarnar. Og heppni þáttakendur verða dregnir út og geta unnið trampolín frá húsasmiðjunni og fleira stór skemmtilegt. Nú bara að undirbúa hvað maður ætlar að gera, skottast svo út með baunabréfið föstudaginn 2. maí og taka þátt í öllu því skemmtilega sem í boði til 11. maí. Og njóta. Góða skemmtun á Baun!